Ég er komin hérna fyrir utan Gallerí Jökul í Ólafsvík. Við ætlum að taka hana Svanfríði tali og hún ætlar að segja okkur frá þessum öfluga hóp sem stendur á baki í þessari verslun hér. Hvernig kemur til að þessi hópur tekur sig saman og stofnar búð? Já, þetta er búið að vera mjög fjölbreyttur hópur sko og þetta byrjaði nú í Pakkhúsinu í gamla daga og þetta er kannski búið að vera í heildina svona 80-90 mann sem hefur komið inn og út og þetta er ekki svona grúppa sem tekur sig beint saman, heldur bara svona að þróast þetta. Og það er bara aldrei vita hverju verið með fyrir en að vori. Já. Og við erum 21 núna, eða 21, það er eitt karlmaður. Já. Og við erum aldursbilinu 30 til 96 ára. Já, og þeir eru með elsta íbúa Snæfellsbæjar með ykkur. Já, liði. Bara svona heiðursfélagi okkar. Já. Og mjög gaman hvað eru margar unga konur, rosalega öflugar. Og þær koma svona með nýtt inn sem að kannski eldri eru ekki, eins og með fjölmiðla eða semst netið. Og samfélagsmiðlana. Við erum með flotta Instagram síðu og flotta Facebook síðu. Og þær eru mjög sniðugar að taka myndir, fara út í náttúruna og taka mjög fallega myndir. Skilyrðin eru að þessi handverk sem að þú gerir og þú ábyrgist það og þú skilir af þér einhverju vinnu. Hvernig er fyrirkomulagið þar? Já, við bara deilum sumrunu niður á okkur sko. Það fyrir alltaf eftir hvað eru margar. Við erum verið svona frá 18-20, við erum 21 núna og þetta sumar er náttúrulega ekki venjulegt sumar, þannig að við opnum seint og ákveðum að vera bara ein á vakt, annars eru við 2. Þannig að þetta er svona 4 dagar núna, en fóru kannski upp í 7 daga, 8 daga, þegar var meira og lengri tími. Hvernig er að vera svona búðakonna, 6 daga á ári? Það er bara æðislega gaman. Já, bíðið spenntar eftir, eða bíðið spennt eftir? Já, þetta, allavega, ég var svolítið treg að fara í þetta fyrst og svolítið feimin við þetta. En svo bara þegar maður byrjar á þessu þá er þetta svo mikið feedback sem maður fær. Og það kemur svo mikið á fólki sem maður bara finnst æðislegt að sjá vöru sem við höfum verið að gera. Og það bara kaupir, varst þú að gera þessa peysu? Og það kannski bara kaupir henni þess vegna. Þó passi ekki alveg. Ég oft lendi því. Já, bara finnst magnað að hitta framleiðandann sjálfan. Já, fólk bara kann að meta það. Ég held að þetta sé bara hverfandi, bara í heiminum. Að þú hittir fólki sem gerir hlutina. Og við erum bara að gera ekta hluti, bara íslenskt handverk. Þú ert að prjóna, en þú ert ekki bara að prjóna eftir uppskriftum, þú ert líka að gera uppskriftir sjálf. Þú ert að hanna peysur, munstur og liti og það. Já, ég er svolítið gaman að því. Hvernig byrjar á því? Ég fæ bara einhverja hugmynd, kannski bara, oftast fæ ég svona litahugmyndir. Og ég kannski byrja að rissa upp, eða form, stundum eitthvað stutt inn með mittið eða og svona litaséttringar, verið svolítið upptekin af því og þá byrja ég að pröfa og ég verð að gera næsta lit, ég verð að sjá hvernig það kemur svona út og svo er ég kannski bara búin að gera það og þá bara nenni ég því ekki meir. Þú segir rissa upp, hvað notarðu þegar þú færið hugmynd, þannig að hún kemur svona einhvern veginn bara í kollin á þér, hvaða form notarðu til þess að setja hana á blað eða í tölvu eða hvað notarðu, hvaða verkfæri notarðu? Ég nota bara blýant fyrst og rissa bara blað svona eitthvað form og eitthvað munstur svona. Svo nota ég Excel. Og teiknar inn í það? Já. Bý bara til rúðir svona svipar og er í munstrum og bý til úrtöku og svo náttúrulega getur maður nota lit í Excel, fyllt út og strókað út og ég nota það mest. Er það algengt að það sé verið að nota Excel? Nei, ég veit ekki neinn annars að gera það. Nei. En það er bara mjög sniðugt að gera það sko. Við erum eina hérna á Gínu, óbúslega fallega, bara litasamsetningi ég greip mig strax. Hver var hugsunin á bakvið? Svo sér ég túlka það sem fjöll hérna í bekknum. Getur sagt mér frá þessari peysu? Já, ég bara var svolítið upptekin að þessum, ég kalla hann ljósmóriðan, mér finnst hann rosa fallegur. Og gula. Mér langaði bara að koma þessum litum saman. Og svo var ég líka með bleikan, langaði að hafa líka bleika. Og svo gerði ég eina svona aðeins með dökkmóriði, en þetta er peysan svona eins og ég hugsa hann fyrst. Ja. Og svo fannst ég þurfa að brjóta eitthvað upp hérna og var að hugsa hvort ég ætti að gera svona, þetta kallast laska eins og hann er núna, eða hvort þetta er svona jafna úrtöku. Og ég sko alveg búnta blöðin sem ég er búin að krafsa og reikna út og þetta er náttúrulega mikil útreikningur. Já, þetta er heilmikil starffræði á bakvið. Já, mikil starffræði. Og þú þetta líka þurfa að passa og munstur þurfa að passa og svo eins og hann breytir úrstökunum þá þarf hallin að koma með munstrinu og þetta er alls konar pælingar. Og líka því að eftir stærðum, því að munstrið þarf að rúmast innan, þú þarft að vera small og medium og large og alveg. Já.
Þannig að þetta ekkert bara að setjast niður og kunna að liggja saman lopan. Þú þarft að vera með tæknina á hreinu í allar Já, það ýmislegt sem og ýmislegt sem þú segir, einmitt starffræði. Þetta mjög falin starffræði í prjónaskap, bara í öllum prjónaskap. Aukin áhugi yngra fólks á prjónaskap núna eða eitthvað breytingar þar? Já, ég held það. Mér finnst það bara að hafa aukist rosalega mikið. Og við höfum alveg svakalega öflugar unga konur og rosalega vandvirkar. Það gera alveg virkilega fallegt handverk. Og svo náttúrulega rosalega reynsluboltar hérna í prjónaskap sem að hafa prjóna í áratugum saman og eru rosa flottar.